Haughríf í bæ, þetta var ansi skemmtilegt verkefni hérna í Reykjanesbæ í sumar. Já, heldur betur. Fengum að skapa listaverk hérna út allan bæ. Hvernig svona gerðu þetta? Sko, það voru 15 ungmenni sem komum til starfa til okkar og við erum 2 verkefnastjórar og við fórum bara í hugmyndavinnu með þeim og leiðum hugmyndin þeirra að þróast og svo var haldin kynning fyrir bæinn og svo á endanum samþykkt og þá var bara farið í að framkvæma. En það búið að mála hérna fullt af veggjum og það búið að gera fleiri hluti. Var þetta bara allt til í hugmyndavinnunni? Já, og sko alveg nóga hugmyndum að taka úr og við náðum ekki að klára allt sko. En þetta voru allt hugmyndir hópsins. Og er svona klárt fólk í hópnum að það var hægt að gera alla þessa hluti? Já, heldur betur og klárir verkefnastjórar. Já. Það er náttúrulega ferli að fara í gegnum framkvæmd hugmynda og hönnun og allt sem kemur að því, en mikill lærdómur sem er á baki líka. Og svona það helst að þetta þið voru að mála veggi og götur og búið til sæluhús og ég þekki, var eitthvað fleira, já, pizzaofnar og... Pizzaofnar og, jú, bara, þetta er svona það stærsta. Svo náttúrulega skrúgarurinn, gerum þrautabraut og já, það er svona, og vorum með tónleika. Já. Og fjölskyldudag. Já. Og það var mjög skemmtilegt. Við vorum með tónleika hérna út allan bæ. Guðlaug, þetta er skemmtilegt svona fyrir bæjarfélagið að það er sannarlega búið að lífga upp á bæjarlífið. Heldur betur. Það var aðalmarkmiðið með þessu verkefni. Það var semst að þau myndu svona mála bæinn rauðan, þannig að lífga upp á bæinn. Og ég held að það tekist bara gríðarlega vel og það var ótrúlega gaman að sjá hvað fólk var ánægt. Þau fengu svo ofboðslega mikil viðbrögð á samfélagsmiðlunum. Það er náttúrulega, þú veist, þau voru líka klár með það að þau voru duglega að kynna allt sem þau voru að gera. Voru með þannig fólk í hópnum og ég bara gæti ekki verið ánægðari með afraksturinn af þessu verkefni. Þetta var náttúrulega, þetta er þannig til komið að við fengum styrk frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu í fyrra þegar Vá féll. Þá settu við peninga inn á svæðið sem átti að stuðla að einhverju virkni. Og við í Súlunni vorum að reyna að finna einhverja lausnir og við auglýstum fyrir ári síðan í svona verkefni og það voru bara svo fáar umsóknir sem komu og við gátum ekki fara af stað. En svo náttúrulega núna árið seinna var þetta í rauninni erfiðar ástand heldur en í fyrra og við auglýstum og það komu fullt af umsóknum og mér fannst aðalmáli vera að fá flotta verkefnastjóra sem gætu stýrt þessu og við fengum Hildi, Hlíf og Ingvar Hrafn Laxdal, rosa flott fólk og þau í rauninni bara keyrðu þetta áfram, gerðu það glæsilega og svo fengum við alls konar fólk inn í þennan hóp. Og við reyndum að vanda valið líka þar inn að taka fólk sem að virkilega vildi vinna svona verkefni. Og ég náttúrulega inn í einhverju ramma með svona skapandi hugmynd var búin að hugsa, það voru þarna strákur að læra smíði að sækjum og strákur að læra rafvirkjun og ég hugsa með mér, hafa þeir eitthvað að gera í svona skapandi hóp? En svo náttúrulega kom það algjörlega daginn að það var það frábæra að vera með svo fjölbreyttan hóp sem gat gert og framkvæmt eins og til dæmis að smíða öll þessi hús og fleira sko. Þannig að hópur var samsettur af, eins og við kallum, kláru fólki sem að gæti gert þetta allt saman. Já, úr alls konar greinum. Það var bara, við vorum með leikara, við vorum með kvikmyndagerðamenn og smiði, einmitt með mikilvægt að það sé tekið inn af því það er sko skapandi starf. Já, akkurat. Og þetta voru náttúrulega ungmenni sem að í rauninni fá verkefni meðal annars út af þessu og eins á tímum COVID. Já, algjörlega. Það náttúrulega var mikil þörf núna fyrir störf og þetta var náttúrulega bara svona 2 mánaða verkefni og það sem þessi hópur er búin að gera á 2 mánuðum er bara með ólíkindum. Og við menningar- og atvinnuráð fjallaði þetta á sínum síðasta fundi og eru að leggja til að það verði áframhald á þessu starfi og ég vona svo sannarlega að við getum haldið þessu áfram því þarna fengum við náttúrulega utanaðkomandi fjármagn en ég ætla að taka það samt fram, þetta var unnið í gríðarlega góðu samstarfi við umhverfissviðið þannig að við hefðum ekki geta gert þetta öðruvísi að greiða öllu þessu fólki laun og annað nema í þessu samstarfi þannig að og mér finnst það líka svo gaman að við erum ofta aldrei föst inn í
umhverfissviðið er að sinna hérna einhverjum þú veist, að leggja götur og hraða hindranir og eitthvað, og menningasviðið er að standa fyrir viðburðum og eitthvað. En þarna var frábært samstarf og ég vil bara, þú veist, við höldum svona áfram. Það kemur inn hópur óskyldur, hvað ég var að segja, bæjarapparatinu og gerir þessa hluti, náttúrulega með ykkar hjálp. Já, og þetta var pínu svona eins og með þríeykið, að allar tillögur sem þau lögðu fram næstum því fóru í gegn. Það var svolítið gaman, fyrsta vika þeirra fór í bara hugmyndavinnu. Þau alveg bara notuðu vikuna og þau lögðu fram svo kynningu fyrir okkur sem stóðum á baki þessu verkefni og voru með svona bara PowerPoint show og færðu rök fyrir sínum hugmyndum, voru búin að gera fjárhagsáætlun og bara, þú veist, huga að öllum þáttum. Og svo var náttúrulega sumt sem að kannski, ef við tökum sér dæmi, þú vorum með hugmynd að einhver svona leikföngum fyrir börn eða svona leiktækjum, og það náttúrulega þarf að uppfylla svo rosalega mörg öryggisatriði og annað, til þess að það var þá tekið út og fókusin settur á eitthvað annað. Þannig að þetta var alveg ótrúlega, en þau fengu ótrúlega frjálsar hendur. Hugmyndalistin kannski hvergi nærri tæmdur þegar ég alveg nóg til fyrir næstu ár? Næstu ár, heldur betur. Já. Svo líka bara finnst mér gaman að sjá bæjarbúa tjá sig á samskiptamiðlum hvar þeim finnist að við ættum að koma. Og það sko vantar ekki hugmyndirnar, það finnst mér alveg, og má dreifa þessu út allan bæ. Þú ert nú heimamanniska hér en þú varst með verkefnastjóra á Reykjavík, hvernig fannst honum? Honum leist svo vel á okkur, ég alveg reynd. Það er svolítið gaman að kynnast bænum svona, hann er nýfluttur hingað og fá bara svona beint í æð menninguna og bæjarbræinn sko. Eru þið með ykkur súperverk á kantinu sem að bíða næsta ár sem þú vilt segja okkur frá, eða er þetta allt leyndó? Það er allt leyndó. En Guðlaug, svona ljúka þess á því að það náttúrulega verður engin ljósanótt í ár og það er skarð fyrir skildi og vondafrétti fyrir okkur hérna. Já, þetta var, hvað maður segja, versta niðurstaðan. Við vorum svo bjartsýn eftir svona í sumar þegar við vorum komið með þessi orðum að eftir verslunarmannahelgi væri við komin í 1000 manns og við höfum sendt erindi til heilbrigðisráðuneytisins og fengið svona svörum það að ef allt gengi vel þá væri komin í 2000 manns mánaðamótin ágúst-september. Svo bara á 2 vikum þá bara hurfu þessar vonir gjörsamlega. Þannig að, þú veist, okkur var eiginlega ekki stætt á því að fara að safna saman fólki og en það sem jákvæð sem kom út úr þessu og ég er ofboðslega ánægð með, það er þessi pæling að setja hátíðin í hendur bæjarbúa. Við lögðum að stað með þá yfirskrift, við ætlum að fella niður stóru viðburðina út í tónleikana og þetta og bjóða fólki að standa fyrir viðburðin sjálft og við fengum frábærar undirtektir, við fengum á 4. tug umsókna af öllu tagi, mikið af tónleikum, svona eins og þú veist, út í hverfum, svona brekkusöngur inn í Njarðvík og fleiri stöðum. Og eins og ég segi, þetta er eitthvað svona þróun sem ég vona að verði áframhaldandi og við getum haldið áfram með næsta ári. Við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkurhjörta. Við erum búin að gefa út blað í 40 ár og fögnum 40 ára afmæli fyrir stuttu síðan. En við höfum verið á netinu, síðustu 20 vikur, en við splæstum í prent núna og ætlum að gera það eitthvað ára. Það verður fagnaðarfundir með blaðinu og mörgum lesendum þessa vikuna. Hvetjum ykkur til þess að ná ykkur í blað víðsvegar á Suðurnesjum. Dreift ókeypis. En við erum líka á netinu á vaff.is með nýja fréttir alla daga vikunar og golffréttir á kylfingur.is. Kylfingar eru á fleygiferð ennþá. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja Magasíns geti fundið á Víkurhjartavefnum vaff.is og einnig á hringbraut.is. Við þiggjum góðar ábendingar skemmtilegt efni í okkar miðla. En við þökkum fyrir að þessu sinni, sjáumst á vikuleiðinni. Verið sæl.